En við eigum að dansa alla daga, það er nú bara þannig. Dansa okkur til gleði. Og það er einmitt það sem ríkir alla daga í sveitarfélaginu Ölfus. Það er gleði og hamingja og við ætlum að fá nýjustu fréttir þaðan og það er vinkona mín, hún Barbara, sem er á línunni. Komdu sæl. Já, sæl skuli. Var þetta ekki rétt hjá mér? Jú, að við dansum. Já, það ríkir alltaf gleði og hamingja þarna hjá okkur. Jú, það ríkir mikið gleði og mikil hamingja og hér er mikið dansað. Algjörlega. Og hérna, sérstaklega núna er alveg alltaf að verða vitlaust. Já. Spenna í loftinu. Ég er svona aðeins búinn að vera að fræðast þetta og kynna mér þetta nána. Við erum að tala svakalegan tónlistarviðburð, það ekki? Jú. Í Þorlákshöfn. Já. Þetta er alveg, hérna, ég held að það séu bara allir einhvern veginn að taka þátt til að gera þetta mögulegt. Það er sem sagt landsmót lúðrasveita. Já. Og á morgun koma hingað 100 manns, 200 manns, fyrirgeðu, það er að hafa þetta rétt, 200 manns til að byrja að æfa. Og þetta eru sem sagt lúðrasveitir af öllu landinu sem að koma hérna. Og 100 manns ætlar að gista í skólanum og það ætlar skólastjórinn að standa vaktina í sjálfboðastarfi og ég held að þér svolítið þannig allstaðar, það er allir að hjálpa til og finnst þetta bara svo frábært framtak. Allir vilja gerir? Allir vilja gera eitthvað og svo fyrir allur hópurinn að borða hérna upp í Ráðhúsinu í menningarsalnum. Já, og tónleikar á laugardagskvöldinu í Íþróttahúsinu og þar eru ekki bara þessar lúðrasveitir, heldur koma svaka kanónur, Jónas Sigurðsson, 200.000 naglbítar og Fjallabræður og Sverrir Bergmann ætlar að syngja við þeim. Já. Þannig að það er alveg 2 tíma prógram held ég bara. Þetta er þessi tónlistamenn og talendu Fjallabræður og Sverrir Bergmann, þeir voru í Vestmannaeyjum ekkert fyrir löngu og þá spiluðu þeir með lúðrasveit Vestmannaeyja. Og þetta var, fólk táraðist, þetta var svo gríðarlega magnað. Já, ég held að maður geti alveg lofað einhverju svona gæsahúða stemningu. Já. Þetta er alveg magnað. Þetta er líka svo frábært að fólk sé til í að standa í þessu öllu saman. Og við erum rosalega, við erum alveg hrikalega ánægð með lúðrasveitina okkar, við erum móttin af þeim. Ég að vera að bara láta sér dett í hug eitthvað svona rísa dæmi og láta verða af því. Ég finnst þetta frábært og sveitin sjálf alveg stórkostleg og ég man nú bara eftir þeim hérna á jólatónleikunum Hátíð í bæ að það var lúðrasveit Þorlákshafnar í essinu sínu. Já, mér skilst að ég búið að bóka eftir á þessu ári. Já, það kemur ekkert óvart. En ég var einmitt út í Íþróttahúsinu og var að athugað hvort ég geti lánað lúðrasveitinni posa bóksafnsins fyrir helgina, þannig að allir að hjálpast að. Og þar var líka alveg heilmikil stemning og svona byrjaði að undirbúa þetta allt saman. En það var líka rosa gleða veðrum á staðum, þarna komu leikskólakrakkar út úr salnum, rosalega kátur og glaðir. Þeir eru alltaf í íþróttum í Íþróttahúsinu, allur leikskólinn, einu sinni í viku og eru bara með skipulagt prógram. Það er náttúrulega svaka fjör og mikið læti og gaman en þau leikskólakennarnir hafa alveg fulla stjórn á þessu öllu saman. Já. Og þau voru svo kátt og glöð og vinkuðu bara því líkt á leiðinu út. Þannig að þetta voru kátu krakkar sem að kannski gera sér ekki alveg grein fyrir því hvað stendur til. Nei. En það þarf ekkit svoleiðis til að þeir séu glöð. En þegar spennan er í loftinu þá finna börnin fyrir því? Já, þetta smítast til allra. Svo reyndar líka, það er haustþing kennara og leikskólakennara framundan, þannig að það er frí í skólanum á morgun og í leikskólanum, þannig þá verður fjör hjá okkur hérna á bókasafninu. Já, er það ekki? Ég með mína skrifstofu. Já. Og örugglega í Íþróttahúsinu og í Sundi líka. Þetta verða svona skemmtistaðir bæjarins. Já, nákvæmlega. Svo heyrði ég í þeim niður í Hafnarhúsinu, Viktarhúsinu við höfnina í morgun. Og þeir voru að segja mér að þeir voru líka rosalega kátir, ekki bara út af stórtónleikunum sem framundan eru heldur líka því að það eru að hefjast framkvæmdir á Hafnarsvæðinu. SS er að fara að byggja held ég bara 1500 fermetra geymsluhúsnæði. Já. Og komi hérna í síðustu viku herramenn og reyndar einn dama líka með sem komi frá SS og tóku fyrstu skóflustunguna. Frábært. Þannig að þarna er eitthvað að vera það er verið að rífa niður einhverja girðingar og svona til að koma tækjunum að. Þetta er jákvætt fyrir sveitafélagið? Já, þetta er bara jákvætt á öllu leyti. Það er svo
gott að vita því að það sé einhverjir að framkvæma eitthvað að gera. Það verður meira líf og fólk fyllist bjartsýni. Nákvæmlega. Atvinnulífið hjá ykkur í blóma eða? Já, allir það ekki. Við erum bara bjartsýn og vonumst bara til þess að þetta er bara gengur svona mætti vera meiri fjölbreytni en það er svo sem vitað. Og ég held að allstaðar sé fólk bara ennþá svolítið að ströggla. Já. Ég hef ekki alveg komin yfir erfiðasta kaflan eftir bankarunnið. Því miður. Það gerist vonandi. Gerist hægt en það gerist. Við bara dönsum. Já, eins og ég sagði það. Það er bara þannig. Herðu, svo er undirbúningur Safnahelgar. Hann er hafinn. Já, nefndin er búin að vera að funda alltaf reglulega og að skipuleggja. Og já, ég ætla bara að nota tækifæri og hvetja alla sem eru með eitthvað, handverksfólk, listamenn, galleri, veitingastæði, kaffihús, það geta allir tekið þátt, tónlistamenn og vera með eitthvað, bara taka þátt og vera með, geta skráð sig ennþá út þessa viku og við geta bara sendt eitthvað til menningarfulltrúa Suðurlands eða tengilega á sínu svæði. Það er yfirleitt þeir sem eru svona sprauturnar í menningarlífinu. Það má senda mig hérna í Ölfusinu og ég veit að Bragi í Árborg er að taka við skráningu og Jóhanna í Hveragerði og svo þekkja nú flestir hverjir það eru sem eru leiðandi á sínu svæði. Jú, nákvæmlega. Skráningafrestur er til hvað, morgundagsins? Til 5. Til 5, já. Já, okay. Og við gerum okkur alveg grein fyrir því að kannski eru einhverju seinni fyrir og erum rosalega liðleg hvað það snertir, en það er samt gott að fá þetta sem fyrst. Já, algjörlega. Og það eru allir, þeir sem vilja koma einhverju á framfæri eða bara sjálfum sér að hafa samband? Já, endilega. Það kostar ekkert að taka þátt og vera með. Fólk þarf bara að skipuleggja sinn viðburð og við sjáum að kynna það. Já, glæsilegt. Ég sé að það er komin vetraropnunartími í Sundlaugina. Já, þó að sé eiginlega bara besta veðrið núna, er það ekki? Jú, það er ótrúlega línt og dásamlegt veður. Krakkarnir vilja bara ekki fara inn á kvöldina, það er svo gaman að vera út að leika. Það er nefnilega máli, ég segi það sjálfur. Ég satt heima á pallinum í gær og veðrið bara var svo eitthvað svo yndislegt og komin október og sumarið bara koma aftur. Já, mér finnst við bara hafa átt þetta inni og við bara njótum þess. Já, heldur betur. En já, það er náttúrulega, en veturinn er í dagatalinu, þess vegna eru svona breytingar á opnunatíma og annað. Það er náttúrulega veðrið, við getum ekki látið það stjórn okkur. Alls ekki. Langt í frá. Það er bara alltaf glöðu hjarta. Algjörlega. Eitthvað svona lokum, bara? Ég bara gáði hægt gleðina dyr og hafði gott helgin og svo náttúrulega eru tónleikarnir á laugardagskvöldinu í Þorlákshöfn og ég bara vonast til að sjá sem flesta. Algjörlega, þetta er glæsilegt. Hvenær hefjast tónleikandi, segiru? Þeir hefjast, klukkan 7. Klukkan 7? Já. Þetta er frábært. Barbara, menningarfulltrúi Ölfus, takk hérlega fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Og ég segi bara hafa það gott helgina. Takk sem leiðis. Takk, bless.